Ármann Pétur Ævarsson, manni, það verður stór áfangi í lífi þínu á sunnudaginn þegar þið Þórsar að takja á móti Eyjamönnum. Þá færðu skráða þinn 200. leik. Hvernig er tilfinningin? Já, hún er bara ljúf. Það er gaman að vera að sækja þessa leiki fyrir klúbbinn sinn og vera komin í 200, eða komast í 200, það er bara frábært. Það er nú ekkert rosalega margir leikmenn sem ná þessum áfanga. Já, ég verð bara að viðurkenna að ég hef ekki hugmynd það og var svo sem ekkert að hugsa þetta þegar maður byrjaði sjálfur. En ég hef oft sagt það að ég hef gaman að spila fyrir Þór og nýta þess að spila fyrir Þór. Og þá náttúrulega ertu kannski ekkert alltaf að klikka inn á KSÍ og tjekka hvað stendur á statusnum þar, hvað eru konum margir leikir. Þú bara ert að þessu frá leik til leiks. Já, það eru aðrir í kringum mig sem að fylgjast með þessu og taka eftir þessu momentum, þannig að nei, maður er ekkert að spá í þessu. En manni, það sem er svo gaman við þetta líka, þú ert ekki bara, þú ert með 195 leiki í deild og bikar og svo ertu með heila 4 leiki í Evrópudeildinni sem er náttúrulega magnaður árangur líka. Já, það var náttúrulega þræl skemmtilegt verkefni í síðasta sumar að taka þátt í þessu Evrópukeppni og það var 4 leikið þá og vonandi verða fleiri einhvern tíðan í framtíð. Það er aldrei erfitt, en manni, nú er að Eyjamenn á sunnudaginn og þá fáum við nú gamlan samherja í heimsókn, Gunnar Má. Hvernig verður ekki tekið vel á móti honum? Jú, við tökum alltaf vel á móti góðum vinnum og mér sýndist nú á Facebook áðan að þeir varu veðurtepptir í Færeyjum, þannig að það er ágætt útlit fyrir að kannski komast þeir ekki í leikinn, en ég vona það. Já, en þetta er náttúrulega naglar úr Eyjum, þeir eru náttúrulega vanir því að vera veðurtepptir og fljúga við alls konar aðstæður og síðustu stundu og þannig að þeir eru sjóaðir í þessum efnum. Já, þeir sigla meira upp og niður heldur en beint áfram, þannig að þeir vita hvernig landið liggur og sjórinn líka. En segir mér, hvernig er telur möguleika okkar á móti þeim? Þetta er náttúrulega, þetta er sterkt lið, Eyjamenn. Já, þeir eru með gríðarlega sterkt lið og hafa verið mjög massífir í sumar, þannig að ég býst við mjög þéttum leik, bæði lið með þétta varnarleik og þetta ræðist bara hvort lið er ákveðnara inn í bóksunum. Til hljóttan að fengi berundi báða vangi með sigurunum í síðasta leik á móti Skagamönnum þegar allt stemdi í jafntefli þegar þeir jafna bara á lokahandartökunum og svo bara býti því skeldarendur og tæki þetta bara í uppbótartíma. Þetta lítur að hafa að gefa ykkur berundi báða. Já, síðustu 2 leikir á móti Keflavík og Skagamönnum bara hafa verið nokkuð góðir á okkar hálfu og ég hef verið tokkarlega sáttur með spilamennskunni og ég held að við séum það allir og ná sigri í báðum þessu leikjum útivelli er bara frábært. Og við leikum 2 leiki við Eyjamenn sumar 2011, einn í deild og einn í bikar hér á Þórshöllum og unnum þá báða. Stefnum við ekki bara áfram að þessu, að halda því áfram að sigur á heimavelli? Jú, eins og við lögum upp með fyrir sumari þá ætlum við að vinna þessa heimaleiki og reyna að kroppa í einhver stig útivelli, en við höfum kannski snúið þessu örlítið við undanfarið, en það er komin tíma að sigur á heimavelli og það var ekki leiðilegt að ná honum á sunnudaginn. Það þarf sem sé aðeins að laga tölfræðina, en ég ætla að biðja ykkur að gera það hérna á heimavelli frekar heldur en á útivöllum. Þetta er mjög nótægilegt að vinna á útivöllum. Já, við þurfum bara að halda áfram okkar stíganda, þar sem við erum búin að ná að tengja þetta vel saman, spilamennskunni okkar, bæði sókn og vörn og virkum svona mikið þéttari núna heldur en í byrjun móts og ég held að það sé bara alltaf réttir lið. Líst þér á það manni og heldur að þú verði ekki bara á skottskónum og er þið ljúft að setja eitt á David James? Já, þá var ég að gera líka annað, þá var ég að setja 50. markið mitt, þannig að það væri ágætt líka. Manni, þetta er margvíslega áskorun og ég segi bara gangið vel. Já, þakka þér fyrir.